Kristján Jens heiti ég frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Búinn að vera í eldvarna eftirlitinu í áraraðir. Nú, ef ég hef smá formála á þessu, þá ég í samstarfshópi lögvinnu á vegum Mannvirkjastofnunar og nú verið í hópnum í 5-6 ár eitthvað svoleiðis ásamt Karli Hjartarsyni frá Ís, Sigurði Geirssyni frá Sjóvá og Garðari Guðjónsssyni sem hefur haldið utan þetta allt saman og stjórnað þessu. Það sem hefur verið okkar hlutverk að móta tillögur bætt vinnubrögð í sambandi við notkun á verkfærum sem mynda glóð, neista, hita, rafsuðu, gassuðu, gaslöga og ekki síst vinnubrögði að leggja papp á þök. Nú, haldin hafa verið nokkur námskeið og hefur menntasetrið Iðan skaffað húsnæði og auglýst þessi námskeið. Nú, eitt námskeið hefur verið haldið upp á Akranesi. Vinnuglærur, námsefni, allt fengið mestmegnis frá Svíþjóð. Og ég námsefni allt frá Svíþjóð og að mínu mati mjög ítarlegt. Þetta mjög vel gert hjá Svíanum. Og þetta eitt námskeið, það tekur, eigum að segja alveg lungan úr deginum, fyrir utan, með verklegu líka. Nú, ég hef stjórnað og verið formalendi á þessum námskeiðum og reynt að tróða minni þekkingu, að verða brunavarnir inn í einstaka þakpappa sérfræðinga. Pappakalla. Nú, það mér og okkur öllum óskiljanlegt að ekki hefur náðst inn eitt einasta þakpappa sérfræðing. Og við köllum þetta pappakalla inn á þessu námskeið. En betur má að duga skal. Tjón af völdum slæglegra vinnubragða vegna meðferðar á opnum eldi og slíku talið í 100 milljóna. Frá mínu sjónarhorni ætti að vera skylda að þeir sem taka að sér til dæmis að leggja eldfauman papp á þök að gangast undir fræðslu brunavarnir sem lýtur að starfseminni. Nú, ég ætla að sýna ykkur hérna mynd hérna. Hérna sjáu þið, erlendis gerð krafa að menn sæki námskeið og taki próf til að öðlast réttinn til að starfa á þessu sviði. Sérstakt skírteini því til staðfestingar síðan gefið út. Á Norðurlöndum bannað að vinna heita vinnu nema menn hafi staðist próf í eldvörnum og slökkvistörfum. Skírteini gefið út sem gildir í 5 ár að afloknu prófi. Eftir þann tíma þurfa menn að fara aftur á námskeið og taka próf til endurnýja réttindi. Það stefnt að því að taka upp sambærilega reglur hér á landi. Þannig að mönnum sé ekki heimilt að vinna þessa tegund vinnu nema því aðeins að þeir hafi setið námskeið í brunavarnir og lokið því með prófi. Þetta bara ekki til. Það engin skylda að fara á þessu námskeið. Þetta ekki komið í reglur eða lögaða reglur. Það ekki þetta að þvinga menn til að fara á þessu námskeið. Ekkert svoleiðis. Þess vegna það stefnt að því að taka upp sambærilega reglur hér á landi. Þannig þetta ekki komið með það. Nú, ég hef komið að þessum pappaköllum sem voru við vinnu sína að leggja pappa á þök. Og það sem var fyrir sjónir var nánast í öllum tilvikum ekki til eftirbreytni og segja myndirnar sína sögu sem kemur á eftir. Það má segja að ekki hafa verið fleiri brunar en raun ber vitni hingað til. En að valda stórskaða út af hreinum asnaskap og kæruleysi ekki hægt að kyngja. Það má segja að það sé neyðarlegt að fara í brunaútköll út af því að eldur hafi orðið laus og valdið ómæntu tjóni vegna þess að illa hafi verið staðið að brunavörn. Nú. Já. Aðeins að skjóta þessari hérna upp áður en ég held lengra. Sjáðu hér 1 kíló af gasi fljótandi verður 525 lítrar sem loftegund.
Bara svona að þið leggja þetta á minnið þegar þið sjáuð það sem framundan er. Ok. Nú, á þessum stað var búið að brenna einu sinni. Þetta er á horni Síðumúla og Fellsmúla upp á 5. hæð. Hérna komum við, félagarnir. Þetta er Árni Ísberg, þetta er ekki pappakall. Og nú kannski að, já, hvað er það? Hérna komum við upp á þak. Við erum vorum þarna ykstaður út í bæ og ég segi við Árni, kíkjum á Dagani. Já, hann var til í það. Við förum upp á þak og við ætlum nú varla að komast að aðgengið var mjög slæmt upp á þakið, það er að segja í gegnum húsið, þetta er 5 hæða hús. Og svo þegar við komum upp, þá blasti þetta við. Sko maður geti haldið að það væri verið að stafla í brennu það. Nánast sagt. Tjörupappi, asfaltpottur, gaskútar. Hvað er þetta hérna? Hvað skildi þetta vera? Jú, við sjáum það næstum. Það getur nú verið eftir. Það sem blasir við manni. Það er þetta hér. Ok. Hvað er verið að gera þarna? Það er að búa til skjól. Hérna kemur gashítari inn í pottinn. Hérna er verið að hita asfalt, ef við köllum það einu nafni tjöru. Og maður bara var alveg, hvað er í gangi það? Jú. Skoðum hann að pottið það. Hérna er ekkert termostat. Ekki nokkuð skapaða hlutur. Það er ekkert sem sýnir hvað hitinn er komin upp í. Ekki nokkuð skapaða hlutur. Hérna sjáu þið, ef við kíkjum hérna á, hérna sjáu þið að hitinn, hérna það fara að flagna hér, þetta hefur verið tjaran í þessu. Við erum að tala hámark, minnir að sé hvort það er 200 lítrar sem er hámark, en þetta er ekki búið. Það er krafa í sænskum reglum og víðar að hérna undir sé lekaplata. Það komi steinullplata hér undir og þar kemur ofan á að vera járnplata og lekabytta sem á að taka við asfaltinu eitthvað skeiðu. Og þetta er sko, ég hef ekki hundsvit á pappalögnum, en ég er ágætur í brunavöðum. Alveg bara prýðilegur. Nefnum hvað það? Ég fer að ræða við þarna einhvern verkstjóra og segi við hann að þetta er nú ekki sú sjón sem við viljum sjá. Nú þá fékk ég fyrirlestur. Hann var nú búinn að vera í þessu í 35-40 ár og ég þyrfti ekkert að ómaka mig upp á þakk til þess að finna þessu. Hann kynni þetta af utanbókar, já, ég sagði nú það var gæti alveg verið, en ég hef ekki hundsvit á pappalögnu, ég var í góðu öðru, þar með brunavögnu. Og ég segi við hann, hvað hefurðu slökkvibúnaði? Já, hann er nú á vísum stað. Ok. Já, hann er bara ekki sjáanlegur við þig. Já, nei, ég var nú að kaupa það í morgun. Og hvað er tæki? Já, ég keypti eitt tæki. Og hvað er það staðsett? Já, það er hann í bíl. Við vorum 50 þær. Nú, þetta er nú það sem að blasir við manni þegar við, ég veit ekki hvort að þetta er allstaðar, en hérna, þetta hús var nú búin að, eða þessi hæð réttar sagt var nú búin að brenna einu sinni, svo það var alveg óþarf að láta hann að brenna aftur. Ok, nú ferum við hérna upp í Lágmúla. Hérna er verið að leggja pappa. Jú, gengur bara ágætlega, ekki bara. En við skulum bara aðtúa þetta betur. Aðeins kíkja á þetta betur. Ok. Nú, sænsku reglurnar segja að hámarka gasið upp á þaki eru 45 kíló. Við getum reiknað, þetta er 45 kíló kútar hérna. Hérna.
nú sinnum 525, sagði ég ekki áðan, gasi. Hvert kíló af gasi verður 525 kíló af gasi. Þarna engin slökkvibúnaður, ekki einhver skapaða hlutur. Þá kemur nú aðal bíóið. Ég fer að ræða við þarna mennina og ná flestir voru, hvort það var einn sem talaði íslensku, hitt voru allt útlendingar. Og ekkert þetta ræða við þá. Nú flóttaleið á þakinu var þessi hér. Þetta eina flóttaleiðin á þakinu. Ef ykkur skrakk út í sjoppu eða á klósettið eða eitthvað, það fór hún í þessari lyftu hérna, niður. Þarna var slökkvitæki. Þarna var slökkvitæki sem átti að vera upp á þaki. Það var í lyftunni. Það var í lyftunni. Ekkert annað apparat uppi, eitthvað skapaði hlut. Nú ég ræddi þetta við þá og það var fyrirlestur númer 2. Þeir væri búin að vera í þessu ára ræðir og kynni þetta allt utanbókar. Já, ég sést ekki það, ég veist það. Kristján, það eitt sem ég tók eftir að myndina á undan, að þú getur farið í hana. Já. Það er sjálfsagt. Það er næstu mynd held ég, Hvað er kallið minn? Það er á þakinu á það milli, það er mynd nr. 2 á eftir þessari held ég sko. Þessi? Nei, það er Það er einu til að bakka og langt. Hvaða bakkaði svo langt sko? Þessi? Já, þessi. Já. Þetta er upp í Lágmúla. Já, þetta er upp í Lágmúla. Já. Af því á plaggbetur okkar sem við þarna settum í gangkallan, Já. þá talaðum fallvarnir. Já. Við sjáum á svo húsi en það er enga fallvarnir. Nei. Og maður sem er lengst til vinstri, hann er svona cirka 1,5 metr frá endanum á þakinu og er að bakka. Já. Þetta er svona eitt af því sem við sjáum í þessu. Það er ekki hugsað fyrir einu eða neinu. Nei. Og sjáðu hérna. Það heldur sér slönguna. Það getur haldið í slönguna. Já, það heldur í slönguna. Hérna er, ég held að sé þessi hér, ekki leiðsla hérna, að þetta er hitari hérna, hann er á pappanum og logan út, eða er þessi, það sé stilla hérna, það er kveikt á hann. Það er líka á fyrirmyndinni. Það er líka á fyrirmyndinni. Þar er það, Já, kennarar, við erum ekki við, ég er að ljúga. Maggi? Þetta er sammyndinni. Bakkaðu inn og Notaði fjárstýringuna. Vinstri bílinn og þá eldsnöðar á milli. Kennaran, það er hérna. Já. En þetta er gott sagan. Ég hef séð, það var útlendingur, var með svona lampa, það var upp á hörpu, það kemur þar. Þá lá hann á hliðinni meðan hann fékk sér sígarettu. Það er búið að beika það. Já. En þetta er með ólíkindum og ég fer ekki ofan af því að það er ykkur hinn guðsmilda hönd sem heldur utan þetta allt saman að það séu ekki miklu fleiri brunnar heldur en þetta. Þetta er með ólíkindum. En svona er þetta. Nú, ég ætla að sýna ykkur hérna. Þetta nú eitt. Sjáðu hér. Hérna er nú gæti morðið hasar. Og þegar ég fór á sínum tíma, ég er bara ekki með því miður, tók ekki mynd af því. Upp á þakhörpu, þar voru þeir að leggja pappa. En það voru þó nokkrir loftventlar sem voru á þakinu og það var ekki búið tróði í einn eða neitt. Ég las í grein, erlendu blaði, þá voru þeir að leggja pappa, heitu og stilltu veðri og gasið frá pappanum og því öllu saman fóru gegnum loftventil og niður og kveikti í, ég held að það hefði verið 2 hæðir á milli og það gaus upp eld úr það kveiknaði gasinu. Nú,
halda áfram hérna. Hérna eru komin upp á Hörpu og þetta eru, það er 45 kíló, þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segjum bara 50 kíló, 400 kíló á kassi. Sinnum 525. Svo þetta gæti verið bara, já, maður færið nú, bara hugsa ég bara til túnsins að ef það er sprenging þarna. Svona var þetta. Sem mæti mann, þetta er með ólíkindum. Hérna sjáum við einn, hann er að, en býðum við, það er ekki öll von út í henni. Hvað er það? Nei. Sjáu þið. Og þetta hérna er pottur. Nei. Jú, þetta er pottur. Rafmagnsgítar. Ok. Nú, ég ræddi við einn pappakallinn þetta hér. Svona gera þeir út í Svíþjóð og víðar Norðurlöndum til dæmis. Það kemur ekki eldur hérna út. Það kemur bara hiti frá eldinu sem náttúrulega, eins og þið vitið, rúmlega 2000 gráður. En eldurinn, hann næri ekki í pappan. Kemur sennilega hérna út í bústað. Það er hérna. Hann fer aldrei, þetta er bara hitin. Nú við erum að tala um hámark á fjörupappa, 300 gráður þegar hann er lagður. Nú, ég fer ræða þetta við hann að þeir tæki ekki hérna sænska hittarann. Ertu vitlaus maður? Við varum bara heilt sumar að leggja pappa með þessu. Nú er það já. Þá hýttur sumar að vera eitthvað hérna lengra í Svíþjóð. Ha? Já, af hverju hérna notið þið ekki svona hittar? Ha, elskar mig, það kom bara fyrirlustur nr. 3. Svona er þetta er mjög erfitt fyrir okkur að, já, ég fer ekki ofan á því að lögleiða í sambandi við heita vinnu, logavinnu og annað slíkt, að setja þetta er ekkert kennt í innskóla. Þetta er ekkert inn í námskrá. Ekki ná skapahlutur, ég ætla að vinna mjög lítið. En hvað er það? Vinnureglur. Hérna, hafið þið séð þetta? Hafið þið kynnt ykkur þetta? Nei, bara til að sé þetta. Að sé þetta? Ok. Þetta eru, flestar þessar reglur eru teknar frá Svíanum og þetta er í gangi á öllum Norðurlöndunum, Englandi, til dæmis. Sko, þetta er nokkuð gott, finnst mér. Logavinni getur ekki farið fram nema að fengnu logaleyfi sem ábyrgðarmaður, fasteignar, eldvarnafulltrúi, til dæmis, verkfræðistofur. Í logaleyfi eru tilgreindir þær varúðarreglur sem viðhafðar verða vegna verksins. Logaleyfi fylgi, hvað er lesa þetta? Við eigum þetta á netinu líka á betra sko. Já, þau geta farið á netið. Þetta er á heimasíðu Eldvarnabandalagsins. Já, rétt. Og svo við eigum þetta PDF-skjal líka nú liklum sko, það er það náðu það að þú vilt sko. Verkfallsreglur, logaleyfi. Logavinna getur ekki farið fram nema að fengnu leyfi sem ábyrgðarmaður fasteignar, eldvarnafulltrúi, verktaki, starfsmaður, staðfesta með undirskrift í logaleyfi eru tilgreindar þær varúðarreglur sem viðhafðar verða vegna verksins. Logaleyfi gildir ekki lengur en 1 sólarhring í senn. Varúðarreglur. Fullnægjandi slökkvibúnaður verður til taks að minnstakosti 2 6 kg slökkvitæki, annað dufttæki og hitt léttvastæki sem eru innsigluð og tilbúin til notkunar. Þetta er svona dæmi. Og svo erum við með logaleyfið og ég veit að logaleyfið er búið að vera í gangi í öllum álverum á Íslandi. Það fer enginn með slípurokk eða suðan okkur skapaðan upp
að vinna á öðruvísi en það sé tekið út, gerða þær ráðstafanir sem þarf til þess að hefta það að eldur breiðist út og þetta er búið að vera í gangi í Straumsvík bara í 20 ára og ég veit að hinn álverinu komið með þetta líka en hjá okkur það er engin skylda að gera þetta. Við erum með þetta. Já. Kallið busstöðin til dæmis. Já. Við sem er svona arftæki af því sem Heri var með. Já. Ok. Og þar við settum við bara okkar eigin reglur í svona við það sko. En sko það er ekki nóg að búa til reglur að svoleiðis, hann verður náttúrulega að fara eftir því. Svo sé. Já. Það er málið. Nú ef ég fer hérna með ykkur aðeins hérna, þetta er það sem ég legg upp með, slökkubúnaðar vegna vinna á þaki. Að það er þetta hér. Ef það er ekki slanga þá eitt tæki viðbót og þetta hefur maður aldrei séð. Aldrei séð. Ok. Svo er staðsettingin, fjarlægðarmörkin, við sáum áðan. Hérna var sýndum myndina upp á síðumúla, þá var þetta sko ekki svona. Þarna sjáu þið lekabyttuna, flötuna undir. Og þetta, já. Ekki alveg eins og það á að vera, eins og við höfum verið að þessu. Nú. Ok. Hérna erum við með Ég er ekkert inn í þessum reglum, þú veist að eigi að vera lágmark í 2 leiðir og vona það ekki. Jú, það er reglum. Þú átt alltaf að eiga leið, aðra leið. Það átt að eiga minnst 2 leiðir. Þetta er upp í síðumóla, eftir brunnan. Nú, hérna þetta er íþróttahúsið niður í Fallaða? Falla. Já, þetta er alltaf fallaði í Túnum. Hátúni. Já, þetta er alveg þetta er ekki Árbæ sko. Ekki ábyrgð. Við skulum ekkert fara náður út í það hver var þar við vinnuna. Hann er góð höskuldur. Nei, hann fær enn að heyra það. Já. Ok. Jæja. Ég er nú svona búinn að þvælast með ykkur, hingað og þangað. En hérna er eftir brunan í síðumúlanum. Það er nú ekki glæsilegt. En hérna erum við með Nú, svona getum við farið ef að illa tekst til. Þetta gæti hafa verið vegna pappavinu upp á þaki. Nú, svona gamni mínu setti ég hérna smá. Eitt skal hafa í huga að slökkvibílarnir eru orðnir aldraðir, ýmsu vanir og mjög reynslumiklir. Það er ómetanlegt að hafa slíkan búnað en þetta stendur til bóta. Það styttist í að fá splungun í að reynslulitla bíla á næstu mánuðum. Verða pantaði fljótlega. Nú ætla ég að fara hérna aðeins til Svíþjóðar aftur. Hvað er þetta hér? Svíþjóð fjöldi eldstöðva vegna heitrar vinnu. Þetta er bæði talað um heita vinnu og svo þakpappavinnu. Hérna sagði sænska brunavaldið, nú komum við nóg. Þegar Electrolux versmiðurnar brunnu til kaldra kola, sagði sænska brunavaldið, nú komum við nóg. Hingað og ekki lengra. Skellt var á námskeið árið 1990 og tala þessa tölur sínu máli. Ég held að eitthvað á öðrum Norðurlöndu hafa tekið þetta upp. Nú eins og ég sagði það á, þá held ég að öll Norðurlönd komið með þetta. England, Kanada, mörg ríki fylki í Bandaríkjunum. Nema Trump sé búinn að strika það út, ég veit það ekki. En það er vist komið á. Já, þessar tölur tala sínu máli. Ég held að eitthvað á öðrum og já. Hvernig er best að halda utan á þessa starfsemi?
svo að vel fari. Ég held að koma skal á kerfi sem þeir svensku komu á leggina. Þarna sést þetta svart á hvítu. Það fer enginn í heita vinnu og í talningum upp á þök að leggja pappa og annað slíkt, logavinnu, heita vinnu, nema hafa farið á námskeið. Og eins og þið sáuð áðan, þá er gefið skiltinu upp á þetta til 5 ára og eftir 5 ára farið aftur á námskeið. Og menn hafa réttindi. Hérna þess vegna geta verið bara, já, þú þarft ekki neina iðnmenntun til að fara okkur þar. Þú mátt leggja pappa, þetta ekkert. Það ekki nokkuð skapað hlutur sem manna. Ekki neitt. En þessar tölur eru svakalega. Hérna á námskeiðið og sjáu þið, þetta úr þessu hámarki hér 412 og það var ekkert minni eða meiri vinna, þetta var svona jafnandi þetta. Þetta var engin lægð í einu eða neinu hjá þeim, þetta var bara svona jafnandi. En sjáu þið tölunar. Okay.